Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Framundan fjölbreyttur þáttur. Í þættunum hittum við meðal annars unga pólska konu sem elskar Ísland, en framundan pólsk menningarhátíð í Reykjanesbæ. Í þættunum hittum við einnig tvo viðmælendur okkar úr nýrri þáttaröð sem heitir Suður með sjó. Við fáum fréttapakka, en við hefjum leikinn í starfakynningu í Íþróttahúsi Keflavíkur, sem fjölmörg ungmenni komu og kynntu sér möguleikana í framtíðinni. Jæja stelpur, hvernig líst ykkur á þetta? Þetta bara mjög fínt. Eitthvað sem meira spennandi en annað svona? Nei, bara svona, ég ekki eins og ákveðin hvað ég ætla að vera, þannig að, já. En þú? Ég var að spá ég að fara í matreiðsluna. Já? Já. Hefur þá ekki að finna eitthvað kokk hérna með þig? Eitthvað matreiðslu tengt? Jú, ég bara búin að finna það. Ertu duglega að elda? Stundum. Já. Hvað, þetta bara búið að áhugamál hjá þér sem ungri mannesku? Já. Já? Já. Hvað skemmtilegast að elda? Pasta. Já. Vel, já. Ert þú ekkert að elda? Nei, nei. Já, það svona. En ekki svona kynning ekki sniðu? Ég meina það gæti jafnvel kveikna hugmynd hjá þér, eitthvað sem þið langar að gera í framtíðinni? Jú, það það. Já, það svo. Við erum hérna með borkrónu sem við notum til að búra fyrir gufu og heitu vatni. Svo erum við með dælu sem við notum til að pumpa þessu nú á réttan stað. Við erum náttúrulega mjög fjölbreytt fyrirtæki. Við erum með hérna jarðfræðinga og ég sjálfur jarðeðlisfræðingur. Okay. Og erum hérna að sýna svona, veita svolítið innsýn í starfsemi fyrirtækisins. Við erum til dæmis með teikningar af nýju orkuveri í þrívídd og svona erum svolítið að reyna að fara þetta nær krökkunum þegar svona sína hvað þetta allt tæknilegt. Þetta ekki beint kannski fyrirtæki sem að ungmenni hugsa í dag, eða því að HS Orka, þetta eitthvað svona, en í rauninni eru þarna mikil tækifæri? Já, ekki spurning, eins og sjáu, við erum allt hérna svona yngri teilt fyrirtæki sem svolítið að kynna og það hefur bara svolítið endurnýjun verið hjá fyrirtækinu og jú, krakkarnir eru náttúrulega alltaf að spá í sprengistjarnfræðing og flugmann og svona, en ef við kannski kynnum þetta fyrir en núna, kannski munið það eftir því þegar við fara að spá í háskólanám og svona og náttúrulega bara margt mjög áhugavert sem við gerum, þannig að krakkarnir eru bara alveg merkilega áhugasamir sko. En hvað þig sjálfan varðar, þegar þú varst að hugsa nám fyrir áður en þú fórst í nám, þegar þú varst í framhaldsskóla eða farið í framhaldsskóla, varstu búin að horfa þessa leið sem þú fórst síðan? Svona nokkurn veginn, kannski ekki alveg kannski nákvæmlega hvaða fag, en var alveg svona klárlega einn á sviðinu sko. Maður náttúrulega valdi með náttúrufræðabraut bara því að ég hafði áhuga á stærðfræði og þessum raungrunum öllum og bara svona kviknaði frekar sá áhugi í FS til dæmis. Það fekk mjög góða kennslu þar og þá svona ákvaða svolítið að velja bara út frá þessum áfengum sem fannst skemmtilegastir. Þannig að þú átti góða ári í Fjölbrautaskóla Suðurnesja? Já, ekki spurning. Hvert fórstu svo? Fór svo í Háskóla Íslands í jarðeðlisfræði. Áttirðu von á því að enda í vinnu í Grindavík, eða í þínum svona hálfa heimabæ, getur við sagt þetta ekki? Algjörlega heimabæ? Já, það eiginlega bara ákveðin draumur þannig, því að náttúrulega mjög hlutræður, en HS Orka fyrirtæki bara í fremstu röðu sínu sviði. Þetta mjög sérhæfður bransi og að ég fá okkur að vinna við það sem ég finnst áhugavert bara í heimabæ náttúrulega alls ekki sjálfgefið. Fólk þarf oft að ferðast bara hálfleiðið hnöttinn til að vinna við það sem áhuga, þannig ég bara ótrúlega heppinn með það sko. Þannig að það eru verulega líkur á þú munir þá þess að halda áfram að spila með Grindavík í fótboltanum. Þú verður ekkert að flytja henni. Það eru alltaf mikið að Keflvíkingum að vinna, það vilja allir að fá mig þangað, en ég fer ekki neitt sko, Og svo hittum við bara oft forseta Íslands. Langaði að hitta hann? Já, þú veist, það var alveg gaman. En það ekki máli að skella sér í þingmanni? Nei. Ekki? Það bara mjög gaman. Hvort líst þér betra á að vera alþingismaður eða bæjarstjóri? Bæjarstjóri? Já, sérðu.
Ef það ekki að ræða þetta með Magnús, spurði hann það, hvað þarf ég að gera til þess að vera bæjarstjóri? Magnús, hverju myndir þú svara þeirri spurningu? Til að geta orðið bæjarstjóri? Þá þarftu að byrja að klára grunnskólann. Svo þarftu að fara í eitthvað meira nám. Og það svo sem ekkert eitthvað eitt sem gildir í því, sko. En þetta orðið krefjandi starfi í dag í rauninni að vera bæjarstjóri, sveitarfélaginu orðin stór og þetta flókin rekstur. Já, mjög svo. Þú voru að hafa innsýn í rekstur og svo þetta mannleg samskiptin. Það alls konar mál sem kom upp sem það leys úr og þannig að það margt í þessu. Hvernig líst þér á? Já, ég meina... Getur hugsað að vera bæjarstjóri? Ég vil frekar, verða fornleifafræðingur en... Já. Fornleifafræðingur? Já. Fornleifafræðingur getur verið bæjarstjóri. Þeir getur verið bæjarstjóri? Grunnið þetta bara að fá fólk til þess að hafa trú á þér, treysta þér fyrir starfinu. Við getum bara allir orðið bæjarstjórar. Já. Hvað ætlar þú í hvaða skóla ertu að fara í fjölbrautaskóla núna þegar þú klárar grunnskólann? Já. Ok. Svo áttu draumastarf? Já, það að vera fornleifafræðingur og fara heiminn og heimsækja lönd og öll önnur til að finna stingringa, já. En við þingmennirnir, við erum skipaði stundum í þingvallanemnd. Það mikla fornleifarannsóknir þar og mjög mikið og spennandi og það mikil pólitík fornleifarannsóknir á að geyma fornleifarnar í jarðveginum eða á að grafa þær upp og munum einhvern tímann hvar varðveitast það best og annað slíkt, sko. Þingmenn fá að sjá stingringu og allt þetta, það finnast á Íslandi. Já. Við fáum okkur sýnt allt svona mikið, þannig að en líka bara að þingvellir eru mjög áhugaverðir fyrir fornleifar, en þar líka hófst Alþingi, eitt elsta þjóðþing heims, þannig að þú ættir að tengja þetta bara saman og heimsækja þingvelli. Maður fann að hugsa hvað maður vill verða þegar maður verður stór, þegar maður er 12 ára? Já. Hvað langar þið að vera? Flugfreyja. Flugfreyja? Við verðum saman í flugfreyjunni og hún verður flugmaðurinn. Þannig fínt að ef maður kemst í vinnu hjá íslensku flugfélögunni svo Icelandair og ef maður á heima á Suðurnesjum að stutt að fara í vinnuna? Já, mjög. Hvað svona spennandi við flugfreyjuna? Mér finnst spennandi því að þá líka getur maður að ferðast svona mikið og mér langar að ferðast og kanna svona heiminn. Og líka þegar maður er flugmaður? Já. Jæja, eru þið búin að finna draumastarfið? Já. Nei. Já. Hvað er það? Hjúkrunarfræðingur. Vel gert. Og ertu búin að kíkja á kynninguna? Já. Og líst mjög vel á það? Já. Hvað þýðir það? Langt í að þú farir í framhaldsskóla? 3 ár. 2-3 eitthvað. En þú? Nei. Veistu ekkert hvað vilt verða? Nei. En þú? Já, ég að spá í að vera læknir. Já. Það svolítið mikið. Það svolítið mikið, já. Maður verður svolítið duglegur að læra það ekki? Jú. Sko, frænka mín er læknir en ég spyr hana bara þetta allt. Og læri þetta bara allt í henni? Já. Jæja, og svolítið gaman að kynnast maður kannski finnur óvænt draumastarfið sitt haldið þið það? Já, eiginlega. Það sem þannig. Það getur maður upp á því að vera bara pípari eða verkfræðingur eða eitthvað. Þannig að þetta skemmtilegt? Já. Já, það nú sagt hægilega engin dagur venjulegur. Þeir eru mjög misjafnir. Hérna svona listi yfir það sem verkefni sem prestar sinna. Við erum náttúrulega þessum athöfnum sem eru sýnilegar, skírnir og giftingar og jarðarfarir og kisturlagningar og messur. Svo eru samtöl við fólk, vitjanir, við erum í þjónusta við spítalanna og hjúkrunarheimilin. Við erum kannski kallaðir út nótt vegna áfalla. Við erum í þáttakendur í fermingarstarfi og æskulífsstarfi, förum í vatnaskó og fermingarnámskeið. Fjölbreytt og skemmtilegt alls konar. Þannig að aðilar út í viðskiptalífinu og í samfélaginu hafa tekið svo mjög vel og eru mjög virkir með ykkur í þessu. Já, mjög. Það eru sömu aðilar mikið til sem taka þátt ár eftir ár. Við erum líka að fá fyrirspurnir frá einhverjum sem okkur hefur ekki dottið í hug að tala við, sem hafa óskað eftir að fá að vera með. Þannig að það er frábært og við gætum þetta náttúrulega aldrei nema að þetta fólk væri með okkur í þessu. Sjónvarp Víkurhetta hefur á þessu ári gert aðra þáttaröð undir nafninu Suður með sjó. Í viðtali sem birtist í þessari viku var rætt við Axel Jónsson, frumkvöðul og stofnanda Skólamatar, fyrirtæki sem sérhæfir sig í gerð skólamatar.
Hjá því starfa nú 120 manns. Hér stutt brot úr þættinum. Stærsti lottóvinningur sem ég hef fengið á ævinni að börnin skyldi taka við þessu vegna þess að þetta allt öðru vísi í dag, allt öðru þessi hugsun, þetta nútíminn, það allt öðru þessi matseðill, það allt annað að reka fyrirtæki í dag en var hérna í den. Þannig að í dag þetta bara stórkostlegt. Og lykillinn af þessu þið góða fólk sem bæði starfa núna og það sem starfað áður með mér í gegnum tíðina, hvernig það hefur tekið þátt í þróunni. Þetta þróunarstarf, þetta hugmyndastarf og þetta ekki sama hvernig þetta og það lykillinn af þessu líka að geta selt matinn til barnanna því verði sem við erum að gera í dag. Það segi ég, það er svona, ég líki börnunum mínum og fólkinu við listamenn. Þetta list að geta þetta gert, þetta lengri tíma á þess að illa fari. Hver lykillinn á baku það að gera góðan hollan mat fyrir skólakrakka? Sko, það bara einfaldleikinn. Í næsta þætti af Suður með sjó en í þáttaröðinni rætt við fólk frá Suðurnesjum hittum við bankakonuna Unu Steinsdóttur. Hún byrjaði snemma í bankageranum og varð útibússtjóri Íslandsbanka í Keflavík mjög ung á sínum tíma. Nú hún í efsta lagi bankans á landinu og framkvæmdastjóri Viðskiptabanka. Hér kemur stutt brot úr viðtalinu við Unu. Ég var ung og ég var líklegast með þeim yngri sem tók við þessu starfi. Og en mér fannst það bara að vera kostur og mér fannst alltaf að vera kostur mér fannst þetta svo skemmtilegt starf, ég var bara brjálæðislega metnaðarfull og auðvitað var ég að hugsa minn starfsframa. Þannig að mér leið ofboðslega vel í þessu starfi og mér fannst ofboðslega gaman að vera í Keflavík og ég náttúrulega Keflvíkingur. Og þannig að ég segi alltaf að ég bara landsbyggðar túta, sko. Og það líka mjög gott að hafa slíka fjölbreytni í framkvæmdastjórn eins og Íslandsbanki er. Já, eitt af okkar heimsmarkmiðum sem við vinnum eftir er til dæmis jafnrétti og það skiptir miklu máli og þá kyn, aldur, hvaðan þú kemur, fyrir þinn uppruni og svo framvegis. En var rosa gaman að vera í Keflavík. Hvað fannst þér að læra mest á þessum tíma? Bara að kynnast fólki og bara mismunandi af því að í þjónustu það að vera í banka og mitt starf náttúrulega bara fyrst og fremst að kunna að þjóna fólki. Og þjónustan er list og þú ert góður í þjónustu ef þú kannt að setja þig í spor annarra og skilja viðmælandann, skilja þann sem þú ert að tala við. Hvaðan er hann að koma? Hvað er viðkomandi viðskiptavinur að hugsa? Ég hef, þetta er kannski gamalt að segja, það skiptir máli. Maður bara þekkja fólk. Þannig að það var sem ég var skemmtilegast, að þjóna og fara svona fram úr væntingum og vera bara skemmtilegur en þetta er líka töff og þetta er ekki alltaf bara já, þetta er líka nei og það að kunna segja nei er líka ákveðin þjónusta. Og vandi líka, þess mann? Já, þetta er ekki alltaf stuð. Nei. Það er bara alls ekkert alltaf búið að vera stuð, sko. Nei. Þannig að en þetta er ofsalega fjölbreytt og skemmtilegt starf. En svo fórstu til Reykjavíkur og varst, þú fórst aðeins upp stigann. Já, já. Eftir að verið að stýra Keflavíkur útibúinu. Já. Á annan áratug. Algjörlega, mér var boðið framkvæmdastjóra staða 2007 og þá yfir útibúasviðinu og það var bara alveg draumastarf fyrir mig, þannig að það var engin spurning. Ég tók þeirri áskorun. Þannig að þá fór ég að vinna í Reykjavík og það er í september 2007, svona kortri fyrir hrun. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.
Suðurnesjum eru Pólverjar mjög fjölmennir. Við hittum hana Darju sem kom til Íslands árið 2007 en hefur aðeins ílengst. Hún á orðið mann og barn hér á landi og elskar Ísland. En hún í góðu sambandi við sína samlanda og kennir þeim og fleiri innflytjendum 3 tungumál en hún búin að mennta sig hér á landi sem kennari. Darja, hvernig lá leið þín til Reykjanesbæjar? Ég flutti hingað árið 2010. Ég bjó fyrst í Ólafsvík í 3 ár og svo kom hingað, byrjaði að læra og svo að kenna íslensku. Af hverju komstu til Íslands? Bara til að vera 1 ár hér og safna pening til að halda áfram að læra í Pólandi. En hefur ekkert farið heim? Nei, ég ætlaði að fara nokkrum sinnum og svo ákvaði að vera áfram á Íslandi og búa hér. Af hverju? Af ég elska Ísland. Mér finnst svo gott að búa hér, það svo þægilegt og rólegt. Já, ég svo örugg hér. Örugg? Já. Og þú komið með íslenskan mann og því ég orðið barn, þannig að þú ætlar þér bara að vera áfram á Íslandi? Já, ég ætla að vera hér. Við hvað starfaru hérna í Reykjanesbæ? Ég kennari, ég að kenna íslensku, Pólverjum og svo pólsku Íslendingum. Við erum líka með krakkaakademíu sem móðurmannskennsla, kennum krökkum á pólsku, bruna pólsku sem móðurmannskennslu. Út af hverju þið að því? Það voru nokkrir foreldrar sem spurðu mig hverju væri til í að kenna þeim pólsku. Og svo komu fleiri vinir og ættingjar og svo núna erum við með 40 krakkar sem læra pólsku. Það talið vera betra fyrir þau upp á að ef þau vilji læra íslensku eða þau bara að læra bæði málin? Það gott fyrir þau að læra móðurmannskennslu til að vera betri í íslensku og svo líka þau vilja læra meira Póland, menningu og sögu Póllands. Nú mjög mikið af Pólverjum á Íslandi og á Suðurnesjum. Hver þín tilfinning fyrir hvernig þeim líður? Líður þeim vel? Allir jafn ánægðir og þú? Vonandi. Ég veit ekki. Það eru margir mjög ánægðir og eru ekki að hugsa að flytja aftur til Póllands. En ég held að ef þeir tala íslensku og skilja Íslendinga þá það betur, já. Það eru náttúrulega flesti Pólverjar sem hafa komið hingað til þess að vinna, en heldur að séu mjög margir sem eru bara að fara að setja stað á Íslandi og eru ánægðir hér? Já, ég held að pólskir menn segja ofta að þau eru að hugsa að fara aftur til Póllands og svo eru svo vanir að vera hér af því það svo rólegt að vera hér og svo krakkar eru öruggir og þau nenni ekki að pæla aftur í að flytja aftur til Póllands. Þannig að það eru öryggir svolítið sem þið leitið í og betri vinna? Já, það þannig. En hvernig hver þín tilfinning verandi kennari hvað mikið af Pólverjum sem vilja læra íslensku? Þyrftu að vera fleiri? Já, það eru alltaf fleiri og fleiri og svo fyrst þegar ég byrjaði að kenna þá kom fólk sem var búin að vera hér í 5-6 ár og byrjaði svo að læra íslensku en núna kemur fólk frá Pólandi og svo eftir 2-3 mánuði byrjar strax að læra íslensku. Og hér náttúrulega komið fullt af krökkum sem eru Pólverjar en eru fæddir á Íslandi og þau rauninni verða bara Íslendingar meira eða ekki? Jú, en þeir vilja líka tala við fjölskyldu í Pólandi og senda þeim skilaboð á pólsku og lesa fréttir á pólsku og lesa Póland og allt bara á pólsku. Hefurðu tilfinningu fyrir hvað væri hægt að gera til þess að ná fleiri Pólverjum, til þess að vera meiri þáttakendur í samfélaginu, sækja viðburði eða stunda íþróttir? Heldur það þyrfti að gera eitthvað fyrir þá? Já, það væri gott að hafa eitthvað íþróttir fyrir fólk eins og hlaup. Það pólsk hlaup núna 10. nóvember í Reykjavík og það eru 300-400 Pólverjar sem ætla að taka þátt í því. En vilja Pólverjar
vilja Pólverjar ekki sækja það sem í gangi hér og sameinast heimamönnum á viðburðum? Jú, en það þessi tungumálakunnátta. Þeir vita að þeir þurfa fyrst að læra íslensku til að skilja og tala íslensku og svo þeir eru kannski feimnir af því þau tala ensku eða bara pólsku. Já. Eru Pólverjar ekki öruggari með að fá störf ef þeir kunna íslensku? Geta þeir jafnvel fengið betri störf? Jú, en kannski ekki hér í Reykjanesbær af því það flugstöð og það enska sem númer 1. Já. Já, þeir þurfa að læra ensku líka? Já, við erum líka að kenna ensku og þeir eru margir Pólverjar sem koma og læra ensku til að fá betri vinnu eins og flugstöð þegar fyrirtæki. Nú var haldin svona pólsk hátíð í fyrra hérna í Reykjanesbæ og aftur núna. Svona, hvernig líst þér á það? Já, mér finnst það mjög flott. Ég gat ekki hjálpað í fyrra. Ég var í fæðingarorlofi en ég samt kom með strákinn. Og já, það var svo gaman að hitta alla Pólverja og tala við fólk. Já. Og það boðið upp á pólskan mat og Pólverjar alltaf koma að vera með ýmis skemmtiatriði, ekki? Jú, það pólskir krakkar sem læra hjá okkur. Þau ætla að syngja pólsk þjóðsögin og svo mála krakkana. Það verður svona barnahort fyrir alla krakkana og þau ætla líka að leika, það verður smá leikrit og svo pólskur matur, það Polish street food. Það verða pierogi og bigos og svo grænmetissúpa og já. Hvaða matur þetta sem þú nefndir fyrst? Pierogi, það besti matur í heimi. Ánægðið með matinn á Íslandi eða þeir að borða mest pólskan mat? Ég held að flestir borða ennþá pólskan mat. Svo líka veitingastaður núna, pólskur veitingastaður sem hægt að panta pólskan mat. Ég held að Pólverjar sakna bara pólskan mat frá Pólandi. Þannig þeir ekki ánægðir með íslenska lambakjötið og fiskinn? Jú, en þeir ekki hrifnir að borða sætar kartöflur eða lífrapylsu. En þú? Ég borða ekki kjöt, ég borða bara grænmeti og laxinn sem mér finnst mjög góður. Hilma, þið efnið til pólskrar hátíðar í annað sinn. Geturðu sagt mér í stuttu máli hvernig dagskráin verður? Aldeilis, það stefnir í stóra veislu á Nesvöllum 9. nóvember og við erum alveg ofsalega spennt að bjóða alla velkomna, ekki bara íbúa Reykjanesbæjar, heldur alla sem vilja koma og kynnast pólskri menningu, kynnast íbúum Reykjanesbæjar af pólskum uppruna því það þemað okkar í ár eru íbúar Reykjanesbæjar af pólskum uppruna. Við höfum fengið til liðs við okkur konu sem búin að setja saman listsýningu með persónulegum sögum 17 íbúa og það svo gaman að lesa þær og hlusta þær og sjá þær. Við erum með myndbönd sem að segja líka frá fólki. Við erum með street food markað þar sem að hef ekki tölu á fólkinu sem að gera mat fyrir hátíðana. Við erum með svið, það verður 3 sinnum verður sett upp skemmtun á sviði með hátíðaræðum, söng og dans og tónlistarskóli Reykjanesbæjar ætlar að vera með nokkur skemmtiatriði. Fólk af pólskum uppruna ætlar að kenna okkur dans sem heitir Bolognese og ef ég segi þetta rétt, ég veit það svo sem ekki alveg, en þau eru öll ofsalega spennt fyrir að kenna okkur þetta. Ég var eitthvað svona að reyna að líka þessu við íslenska marseringu, en það var frekar misheppnuð samlíking, þannig ég mjög spennt að taka þátt í dansinum og Danskompani ætlar að hjálpa okkur að setja dansinn á ekki svið, heldur bara hann verður út allt í húsinu ef ég skil þetta rétt. Og þetta á laugardaginn á Nesvöllum í Reykjanesbæ? Laugardaginn 9. nóvember á Nesvöllum og verið öll hjartanlega velkomin. Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í Vogum á Vatnsleysuströnd segir í pistli sem hann birti nýlega að það sé ekkert til fyrirstöðu að skoða frekari sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum en nýlega sameinuðust Garður og Sandgerði í Suðurnesjabæ en þar búa nú á 4.000 manns. Öll sveitarfélögin 4 á Suðurnesjum hafa fleiri íbúa en 1.000, svo áhrif lagasetningar lágmarksfjölda íbúa sveitarfélaga
mun ekki gæta hér á svæðinu, segir Ásgeir, en hann bendir á að sameinað sveitarfélag Sandgerðis og Garðs sé með ríflega 3500 íbúa sem gerir þá stjórnsýslueiningu mun öflugur en forveranna til að takast á við þau vandasömu og umfangsmiklu verkefni sem sveitarfélag þarf að sinna. Umræða eflingu sveitarstjórnarstigsins mun án efa verða áberandi á næstu misserum. Hlutverk sveitarstjórna að leita hagkvæmustu leiða til að hámarka nýtingu opinbers fjármagns og veita íbúum sínum góða þjónustu. Það á vitaskuld við allar sveitarstjórnir óháð íbúafjölda, segir Ásgeir bæjarstjóri í Vogum. Sunnudaginn 3. nóvember lýkur þeim 3 sýningum listasafns Reykjanesbæjar sem opnar voru á ljósanótt. Sérstök leiðsögn Aðalsteins Ingólfssonar sýningarstjóra verður sýninguna Veruleikinn og vindingar hans, úrvalsgrafík frá Póllandi og hefst hún á sunnudag klukkan 15. Í þeirri sýningu kastljósi beint að framlagi Pólverja til listar og menningar, þar sem vitað að hartnær fjórðungur bæjarbúa nú af pólskum uppruna. Í stofunni í Dúsafnahúsum mun Reynir Katrín að taka á móti gestum alla helgina frá klukkan 12 til 17 í sýningu sinni sem gengið hefur undir yfirskriftinni galdrameistari og skapandi listamaður. Reynir býður gestum og gangandi einnig upp á örspádóma gegn vægu gjaldi. Í bíósal Dúshúsa lýkur sýningunni óvænt stefnumót þar sem 5 listakonur af Suðurnesjum sem allar eiga það sameiginlegt að hafa verið með einkasýningu í safninu leiddu saman hesta sína á óvæntu stefnumóti á ljósanótt. Þetta eru listakonurnar Gunnhildur Þórðardóttir, Inga Þórey Jóhannsdóttir, Kristín Rúnarsdóttir, Margrét Jónsdóttir og Sossa. Þeir í Trít, nýtt hótel Bláalónsins, fekk arkitektaverðlaun ársins á henni alþjóðlegu verðlaunaháttíð Architecture Master Prize, en verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfni í Guggenheim safninu í Bilbao á Spáni í síðustu viku. Verðlaunin þykja virtustu arkitektaverðlaun heims og eru veitt einstökum verkum sem hafa verið byggð eða reist á síðustu 5 árum. Þau falla í skaut einstaklinga eða hópa sem hafa þótt sína afburða gæði í arkitektúr, innanhús eða landslagshönnun. Þetta í fyrsta sinn sem Íslendingar vinna til þessara verðlauna. Og talandi umhverfið þá hafa 2 konur í Reykjanesbæ, listakonan Lína Rut og Ragnheiður Elín Árnadóttir fyrrverandi ráðherra, hvatt bæjaryfirvöld og aðila á svæðinu til að fara lengra í umhverfismálum, meðal annars með því að hressa upp á aðal verslunargötu bæjarins, Hafnargötuna. Ragnheiður Elín gagnrýnir bæjaryfirvöld í nýju viðtali í Víkurfréttum fyrir það að leyfa byggingu háhýsa meðfram strandlengjunni. Viðtal við þær stöllur má sjá á Víkurfréttavefnum www.ff.is og einnig í blaðinu. Leiðu þakkum fyrir áhrifið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blað sem kemur út vikulega. Á Víkurfréttavefnum eru nýjar fréttir alla daga og sömuleiðis eru golffréttir alla daga á kylfingur.is. Við þiggjum ábendingar gott efni í okkar miðla, en segjum þetta gott að þessu sinni, sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.